Ágætu áhorfendur og áheyrendur. Við erum mættir hér til að segja þetta frá því sem að segja þarf frá og hvað er markverðast af öllu. Það er Jesú og það sem hann er að gera fyrir okkur og öllu eigum við okkar vitnisburð og Drottinn hefur gefið mér auðvitað sinn rétt eins og þér og hann hefur líka oft sýnt mér hversu svona áreiðanlegur hann er og líka hvað hann er ákveðinn í því að það sem að til að mynda ég segi við hann að ég standi við það. Þetta hef ég fengið að reyna nokkrum sinnum og þetta hefur orðið til þess að svona trúin mín hefur styrkst og ég þekki hann betur en var áður en að svona þessi þungi kom á mig af orðunum og ég skildi að þetta er alvöru Guð. Hann hefur talað til mín með þeim hætti að ekki verður neitt misskilið hvað hann er að fara. Og auðvitað talar hann til manna eins og þeir þola og meðtaka og hann veit alveg hvernig hann getur talað við mig á þess að ég fylltist neitt við. Og ég gerði það heldur jókst þakklæti til hans sem þessu nemur. Þetta er eitthvað sem við þurfum ekkert að vera neitt smeyk við, því þetta er bara partur af trúagöngunni sem að styrkir hana ef einhvað er. Það hefur gert það í mínu tilviki, það mun alveg örugglega líka að gera það í þínu tilviki, en eins og alltaf áður, þá þarf ég að vera í sambandi við lifandi Guð. Er ég það? Ég segist allavega já. Og já, ég tel mig vera það. Þú svara fyrir þig. Rétt eins og með þig, þá hefur hann líka blessað mig margfaldlega og aukið þannig séð við margt í lífsgæðum sem að maður réð ekki við áður en hefur í dag gott og vald á. Eitt af þessu eru fjármálin. Og þannig var með þau, og ég hef svo sem talað þetta áður, en þannig var með þau að þau voru nú í svo litlu ólestri eins og hjá mörgum okkar og einn daginn fyrir margt löngu, nokkrum árum, það er líklega verið í kringum 2002, þá segir hann við mig að styrkja ákveðið starf sem ennþá er í gangi og ég sagði, ég skal gera það en ég vil ekki verða fátækar af því. Og ég fer á styrkja þetta starf og þá ég fór að rifja þetta upp daginn að þá snerist blaðið við í mínu tilviki. Og ég fór að fá tök á fjármálunum og vissi að þetta yrði ekkert mál. Það var svolítil skuldabyrði á mér á þessum tíma og ég náttúrulega gekk í að reyna að greiða þetta, að leysa úr þessu og ég sá að þetta tæki mig svona 4-5 ár og 4-5 ár þá, þetta er ekkert mál, sagði ég. Af hverju? Því það var allt orðið breytt, hugarfarið gagnvart þessu var orðið breytt. Það gerðist bara í einni svipan. Áður, þá hefði þetta vaxið manni þvílíkt í augum að þurfa að baslast við þetta í 5 ára, mann hefði líklega kastað því frá sér. En þarna, ekkert mál. Og síðan eru líklega liðin, 15 ár kannski. Og 10 ár síðan að ég hef verið skuldlaus. Og á þessum tíma hefur maður safnað í bók, ekki háum upphæðum, það týnist til þegar saman kemur og maður hefur getað veitt sér ýmislegt, staðgreita að því maður fór þessa leið. Án þess að skera neitt niður við nögl af því sem maður er að gera. Ég sennilega leyfi mér aldrei jafn mikið í dag eins og ég hef frekast eða nokkuð tíma gert áður. Allt vegna þess að Drottinn kom inn í og ég hlýddi honum. Hann er áreiðanlegur Guð. Og hann er svo áreiðanlegur að þetta bara gildir hjá honum. Svo var það í nóvember-desember 2016. Ég hafði alveg trúfastlega stutt þetta starf í allan þennan tíma og það klikkaði aldrei. Átti ekkert að klikka. Nema þarna ákvað ég að stoppa þetta.
Ég gerði mér enga grein fyrir því hvað okkur höfðu farið á milli, þannig séð ég reiknaði ekkert með því að þetta hefði neinar afleiðingar. Ok, ég hringi í bankann og segi þeim það að ég ætla að hætta þessu, loka á þessa styrkveitingu og það var auðvitað gert, ég er náttúrulega ræðið yfir mínum peningum sjálfur. Fljótlega á eftir þá fann ég að grundvöllurinn undir þessari fjárhagslegu blessun var farin. Og svo einhverju seinna þá var bara bókin mín orðin tóm sem ég var búinn að safna nokkru í, að vísu þurfti ég að kaupa, en það er sama, ég var raunverulega ekki að safna fyrir því sem ég keypti, ég var að safna fyrir öðru. Og í dag er staðan bara ekki náttúrulega 0, en hún er ekki skoðun sem hún var áður. Og þá fyrir síðustu áramót, lok ársins 16 og byrjun ársins 17, þá kom hann aftur til mín og bauð mér að gera þetta. Og ég breyttum, hringdi og fékk aftur það sem að ég hafði verið að styrkja. Það er komið aftur í gang og ég fann undir eins að grundvöllurinn var kominn aftur fyrir þessari fjárhagslegu blessun. Ég bara fann þetta svona innra með mér. Þetta var mjög einkennilegt að upplifa þetta, en svona er Guð. Þetta rifjaði upp fyrir mér líka, eins og vorum að byrja á, hvað Drottinn er áreiðanlegur. Hann meinar það sem hann segir og hann gerir sömu kröfu til mín að meina það líka. Og það hafði allt saman gengið upp, þangað til ég ákvað að stoppa þetta, en eftir á að hyggja bauð hann aldrei að svo yrði. Og meðan hann talar það ekki, skal það halda áfram. Þetta var svolítið mögnuð kennsla sem að ég fékk þarna og ég veit að þú ert líka að fá magnaða kennslu. Þetta segir mér það er eins gott ef við höfum strengt einhverja heitstrenginga fram fyrir Guði að við stöndum við þar. Það hefur hann sýnt mér og þarna sýndi hann mér það líka. Ég fann eins og við vorum að tala um á það, hvernig svona grundvöllurinn var farin. Grundvöllurinn sem áður var farin, en kom svo aftur, af hverju? Hann gaf mér annað séns. Og ég stökk á hann. Og þá sá ég alveg hvernig þetta hafði verið og sá að andspænis þessari ákvörðun að styrkja þetta starf, fór ég ákveðið kerfi í gang sem að var mér til heilla og blessunar og hefur haldist. Og maður á ekki að leika sér neitt með svona hluti. En maður er að læra, maður þarf að vita ýmislegt og reyna ýmislegt til að læra bara af því. Og það var, ég verð nú að viðurkenna það, að reikningavessið Ananías og Safari kom upp í hugan. Þetta var í raun alveg sama tilviki. Við vitum að þau skutu undan af því sem að þau voru búin að tala frammi fyrir Guði að ætla að leggja fram, þau tóku af því og guldu fyrir mig lífi sínu. Það má eiginlega segja það að ég hafi gert það sama, að ég hafi ætlað að skjóta undan af þessu andverði með því að stoppa þetta þarna sem Guð hafði aldrei boðið. Þannig við þurfum að skilja það að við erum að þjóna alvöru Guði. Og alvöru Guð ætlast til svolítils af mér af því að hann ætlar ekki að skilja mig eftir einan við þetta. Hann ætlar að hjálpa mér til að ég geti staðið við mitt og hann gerði það svo sannarlega. Sjálfur gerði ég mér enga grein fyrir því að þarna væri eitthvað samhengi á milli, en ég veit það núna. Og ég er að segja þér frá þessu til þess að þú standir líka við það sem þú hefur sagt. Maður er alltaf að skilja það betur og betur hvað orðið er áreiðanlegt og að orðið er enn það sem að Guð er. Það sem hann sagði það gildir enn fyrir mig og þig. Og hann sagði við mig einu sinni fyrir löngu síðan, bara svona í upphafi trúargöngunnar, að það var ákveð, þá var ég í einhverju krísu, einhverju leiðindum og svona, og ég sagði eitthvað við Guð. Og hann sagði við mig, ef þú gerir þetta, þá erum við skyldir að skiptum.
og ég fann svona þungan af orðunum hans. Og auðvitað hætti ég við það þegar ég sá náttúrulega alvöruna og bara bað hann að fyrirgefa mér þetta. En ég fann þungan af þessum orðum. Og þá skildi ég að Guð alvöru Guð. Og hann hefur eitthvað, ég ætla að sé ekki, búinn að tala í svipuðum dúr við mig svona 3 á trúargöngunni. Gerði þetta ekki aftur. Og þetta það sem ég vil deila með þér og þetta það sem að Drottinn var að sýna mig bara ekkert fyrir löngu síðan. Að þegar við gerum eitthvað frammi fyrir honum, þá skulum við líka halda því áfram þangað til hann talar eitthvað annað. Og hann hafði ekki talað þetta út við mig og þess vegna skildi ég bara halda þessu áfram. Og ég byrjaði þar aftur. Drottinn gefur manni alltaf séns. Þannig bara þetta. Þú fær alltaf annan séns. Marga sénsa. Já, ég veit ekkert það. Ég fekk allavega annan séns. Og ég trúi því nú að flest okkar fáum annan séns vegna þess að Drottinn þekkir okkur. Hann veit og vissi að ég var að gera þetta án þess að leiða hugann til þessa atviks þarna árið 2002 þar sem við gerðum ákveðið samkomulag milli okkar. Hann bauð ekki að þetta skildi rofna þarna. Ég tók hins vegar ákvörðun það en sneri svo af þeirri braut og hélt áfram. Og ég trúi því að það verði bara áframhaldandi blessun á því. Og ekki bara notalegt að fá svona uppörvanir til okkar? Þetta ekki bara ágætis lexía að fá það framan í okkur að við þjónum alvöru Guði? Guði sem meinar það sem hann segir og segir það sem hann meinar. Er það ekki styrkur okkar? Það allan að hefur verið minn trúar styrkur og ekkert annað. Ég trúi því að sama gildi með þig. Þannig að við veiklustum ekki í trúnni, við ætlum að vaksa í trúnni og við ætlum að skilja betur hvað hann á við með einu og öðru sem hann að tala til okkar og við erum að tala við hann Ég þarf líka að standa við það sem ég stend á stokk frammi fyrir hann og með heitstrengingar. Við höfum Biblíuna, við vorum að vitna á þenni Ananías og Safaríu. Þau gerðu sama og kannski við öll höfum gert. Sum okkar hefur staðið þetta, alla tíð. Sum okkar ekki. Kannski heyrðum við ekki þessar aðvaranir sem að ég heyrði. En ég tók við þeim. Og ég læriði af þeim. Og ég halda mér við það. Að því ég ætla að þjóna Drottni áfram. Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og trúir því að þú hafi bara fengið eitthvað til þess að hugsa og móða úr og velta fyrir þér og tilgangur ekki annar.